Ég tek þetta bara á headsetunum bara. Hann fyrir ekki að skipta tónlist. Já, en Heiðar myndi okkur á að, sem sagt, af því að við erum ekki með grafík, að alltaf ef það er stopp eða meiðsli eða eitthvað, að aðeins að lauma okkur á klukkuna á stöðuna. Þetta var alveg ekki að hlusta það sem ég sagði. Ég er búin að fá meldingu að við séum live, þannig að... Kristján Gauti. Ekki hlýrra hérna inni en oft áður? Nú ekki frá þér. Það líka hlýrra úti heldur en oft áður. Það? Það líka hlýrra úti heldur en oft áður. En hérna... Þetta snilt að græja. Þetta að djóka. Þú veist að geta, ég sá einmitt bara kamerusettið, þú var bara monitor, lítinn monitor, í rauninni bara mic, sem við tengjum bara í vélina. Ég ætla að gera það þannig núna, sko, vera bara með eitt mic í snúru á þessu leik, af því að allt hittir að slifar hinum meginn. En þeir... Það er með fleiri kamerur. Já. Það eru einhver... Sér það ekki. Það heyrist í okkur. Jæja, góðu gestir, verið velkomin á IATV í samstarfi við Omnis á Akranesi á leik Kára og Gróttu. Ég er í dag í Akraneshöll, það er fallbyssu 50 dagur hjá okkur eins og við köllum hann. Ég vil kannski bara byrja líka í þessa útsendingu á því að þakka Íþróttabandalagi Akranes fyrir styrkinn sem við fengum frá þeim daginn að því að við erum byrjaðir að njóta góðs á honum. Við erum hérna að senda út með nýjum útbúnaði, en það var nú vegna þess að það er annar leikur klukkan korter yfir 8 á eftir sem átti að vera út á Akranesvelli en er settur núna á Akraneshöllina. En ég ætla að eldsnögt að renna yfir byrjunarliðin. Lið Kára er þannig skipað í dag. Í markinu er Gunnar Bragi Jónasson. Númer 3 er Sverrir Mar Smárasson, númer 7 er Andri Júlíusson, númer 8 Páll Sindri Einarsson, númer 9 er Guðlaugur Þór Brandsson fyrirliði, númer 13 er Birgir Steinn Ellingsen, númer 14 Brynjar Snær Pálsson, númer 14 er Brynjar Snær Pálsson fyrirliði, númer 15 Óskar Vasilevski, númer 17 Ragnar Már Lárusson, númer 18 Guðfinnur Þór Leósson og númer 19 Eggert Kári Karlsson. Lið Gróttu er þannig skipað að í markinu er númer 12 Hákon Rafn Valdimarsson. Strákur fættur 2001, takk eftir því. Númer 2 er Arnar Þór Helgason, númer 4 Bjarni Rögnvaldsson, númer 6 Sigurvin Reynisson fyrirliði, númer 8 Júlí Karlsson, númer 10 Kristófer Orri Pétursson, númer 11 Sölvi Björnsson, númer 17 Agnar Guðjónsson, númer 19 Axel Freyr Harðarsson, númer 21 Ásgrímur Gunnarsson og númer 23 Dagur Guðjónsson. Varamenn hjá liðunum í dag eru fyrst hjá Kára, númer 2 Þór Lórens Þórðarsson, númer 5 Arnar Freyr Sigursson, númer 10 Jón Vilhelm Ákason,
Númer 11 Sigurður Hrannar Þorsteinsson, númer 20 Róbert Ísak Ellingsson, númer 22 Marino Hilmar Ásgeirsson og númer 12 Andri Þór Þórunarsson varamarkvörður. Númer 3 hjá Gróttu á bekknum Daði Már Patrekur Jóhannsson fyrir gefið, númer 15 Halldór Kristján Baldursson, númer 16 Kristoffer Skeving, númer 22 Benedikt Bjarnason, númer 24 Leifur Þorbjarnason, númer 27 Björn Axel Guðjónsson og númer 29 Óliver Dagur Tollasius. Þjálfari Káramanna sem fyrr Lúðvík Gunnarsson, en hjá Gróttu það Óskar Hrafn Þorvaldsson. Dómari í dag Gunnar Oddur Hafleðarsson, aðstoðardómari Ragnar Þór Bender og Sveinn Tjörfi Viðarsson, eftirlitsmaður KSÍ Viðar Helgason. Þá þetta að fara á stað. Það Gróttumenn sem að byrja með boltan. Þessi lið hafa mæst tvisvar áður í keppnisleik. Fyrst í Lengjubikar 2013 þar sem að Grótta sigraði 5-0, en síðari leikur liðana sem framfór í desember 2017, núna í vetur, þá sigraði Kári 3-1. Nú við sáum Káramenn síðan spila hérna á heimavelli gegn Fjarðabyggð þar sem að komist 1-0 yfir og mistu síðan það niður í jafntefli og fljótlega þar á eftir mann út af, og Fjarðabyggðarmenn gengu á lagið og sigruðu leikinn 5-1, en komu svo sterkir tilbaka á Austur- og Seyðisfirði í síðustu umferð 12. maí og sigruðu þar 3-1 með þrennu frá Páli Sindra. En Gróttumenn hafa byrjað þetta tímabil á mitt einum sigri og einu tapi. Sigruðu fyrst Tindastól 5-2, en töpuðu síðan í síðustu umferð fyrir Þrótti Vogum sem að situr efst í töflunni. En þetta staðan alltaf í annarri deildinni svo sem ekki farin að taka á sig mikla mynd, en tvö lið eru með fullt hús stig eftir 2 leiki. Það Þróttur og Fjarðabyggð, en Grótta og Kári sitja hlið við hlið í 7. og 7. sæti fyrir þennan leik, en Káramenn hérna með færi í upphafi, aukaspyrna sem að siglir í gegn. Já, það verður gaman að sjá hvort að Káramenn á að fylgja eftir góðum leik austur á Seyðisfirði. Þeir eru hérna að setja mikla pressu. Kemur skot á löngu færi. Það Páll Sindri, hann langar að bæta við sinn markareikning í sumar. Með fínt skot þarna rétt framhjá. Þá koma Gróttumenn. Axel Freyr missir boltan hérna, Óskar Vasilevski. Hér mikil barátta boltan og Gróttu dæmt innkastið. Við höfum eftir að átta okkur svona í rólegheitunum á aðkomu liðinu. Andri Júlíusson fremstur hjá Kára eftir brotthvarf Alexanders Más Þorlákssonar sem var kallaður inn í IA-liðið fyrir bara fyrsta leik í annarri deildinni. Brynjar Snær reynir að koma þessu hérna fram, en það stoppað. Já, okkar diggu áhorfendur sjá það eflaust að við erum ekki með neina grafík, klukku, stöðu eða neitt slíkt í dag. Það skýrist meðal annars af því að við vorum búin að gera okkur klára í alvöru flotta útsendingu út á velli og náðum ekki að flytja allt okkar hafitask sem við vorum búin að gerinegla þar í okkar aðstöðu þar, sem verður virkilega gaman að fá að nýta í sumar. En við munum að sjálfsögðu reyna að færa ykkur þetta munnlega í staðinn. Hér Ragnar Már, boltan út á vinstri kanti, leitar inn, finnur Guðfinn, hann á Pál Sindra. Boltinn út á Brynjar hérna, fyrir gjöf, Andri rétt missir á honum hérna og Gróttumenn á að bæja þessu frá. En ég hvet ykkur að nýta
Býðum við, hér eitthvað að gerast. Fín vörn hann hjá Birgi Steini. En Gróttumenn fá hornspyrnu. Já, ég hvet ykkur til þess að bara koma ykkur vel fyrir í sófanum eða hægindastólnum hvar sem þið sitjið og fylgja okkur hérna til 10 í kvöld því að skömmu eftir að þessum leik lýkur við tökum okkur nú hlé en þá hefst leikur IA og IR í innkassodeild kvenna og við verðum að sjálfsögðu með hann í beinni útsendingu. Kemur fyrirgjöf hjá Gróttumönnum en Birgir Steinn alveg eins og kongur í ríki sínu þarna en Gróttumenn vinna boltan aftur. Andri Júl setur pressuna. Bjarni út á kantinn. En boltinn aftur fyrir og Óskar kemur hérna núna upp hægra megin, reynir að finna Guðlaug en hann nær ekki að komast í boltan. Já, mikil barátta hér. Það Axel Freyr, kemur honum hérna út á Ásgrím, hann ræðst á Óskar sem að já, hér náðir ekki að skapa hættu en þá koma Káramenn hratt upp. Stungusendingin á Andra aðeins og löng og Hákon kemst í boltan. Það fær dómarinn að taka þátt smávegis. Káramenn verjast vel. Ekkert Kári reynir fyrirgjöfina en í varnarmanninn Bjarna Rögnvaldsson. Hornspyrna dæmd. 6 mínútur rétt rúma liðnar og Káramenn með sína fyrstu hornspyrnu. Það vill til að já, þeir að bjóðast til þess að taka á stutt, gera það nú ekki. Birgir Steinn þarna og lendi í samstöðu þarna við Hákon. En dómarunum fannst ekkert verið athugavert við þetta sem sennilega rétt hjá honum. Þá koma Gróttumenn, þeir segja hérna inn miðuna. Vörnin gerir vel. Já, Gróttumenn hérna eru nokkur beinskiptir þegar þeir vinna boltan. Kemur löng skipting hérna yfir til hægri en Brynjar nær að skalla þetta frá Eggert Kári, reynir að hreinsa, gengur ekki, kemur skot, rétt, já svona, þokkalega framhjá. Ragnar Már og Eggert Kári búin að skipta kant núna hérna
slök sending hjá Kristoffer Orra, kemur löng sending fram, ætluð Andra, hann nær þessu, Ragnar Már með honum hérna, Páll Sindri líka, Guðlaugur laumast inn á teig, boltinn yfir á fjærstengina, þar Eggert Kári nánast komin í hann hérna, kemur skot frá Brynjari, Andri fær hann aftur hérna, reynir skot, vörnin fyrir, dæmt aukaspyrna hérna á Guðfinn, hann gerði Dagur vel, kom til varnar hérna, ungt lið Gróttumanna, meðalaldurinn í byrjunliðinu 20,9 ár, á móti 22,5 hjá Kára. Allt að gerast á Seltjarnarnesi. Bjarni, Dagur Guðjónsson með sendingu á Axel. Þeir eru hérna tveir á móti Óskari. Ásgrímur kominn inn á teginn, leggur hann hérna út. Það kemur skot frá Júlí en Gunnar ver það nokkuð auðvitað. Þetta skoti laust. Birgir Steinn að pressa núna hérna, Gunnar þarf að spilna frá, það skallað tilbaka fyrir liðanum Sigurvin. Gróttumenn að svona gera sig líklega, en Sverrir Mar þarna í vörninni nær að hreinsa þetta frá en búið að flagga rangstöðu. 10 mínútur liðnar, 0-0, engin svona hrein og klár marktækifæri enn sem komið skot svona utan að velli. Allt og sund, Birgir með sendingu yfir á Óskar, leggur hann tilbaka á Sverri. Gróttumenn pressa nokkuð framalega. Gunnar aðþrengdur, kemur honum hérna fram á Ragnar Má sem að gerir glæsilega, tekur hann hann með sér en missir svo boltan. Ásgrímur, hann alveg tilbaka á Hákon í markinu. Dagur, Arnar Þór þarna að reyna að komast áleiðis en Káramenn á að loka á þetta. Töluverðar breytingar á Káraliðinu frá því liðinu sem við sáum í vetur. Það vantar nokkra lykilmenn en hér Ásgrímur kominn inn á vítategin eins og enn framhjá Óskari, skot á næstöngina en Sverrir fyrir. Áspilaðir hérna út úr þessu Óskar, Ragnar Már. Ragnar á Andra, Óskar heldur hlaupinu áfram, Andri sér það, Óskar eldir, nær að halda þessu inn á, þetta ég ósammála þessu en það skiptir akkurat engu máli en Óskar hérna með fínt hlaup. Svekkjandi að hlaupa þessi 80 metra eða svo og fá ekkert fyrir það. Leysa pressuna vel hérna Dagur og Hákon en þá koma Gróttumenn, þeir sækja vilt og galið þegar þeir fá sénsinn. Kristoffer út á Ásgrím einu sinni enn, leita mikið hérna upp vinstra megin og Óskar tæpur þarna en ekkert dæmt. Fór kannski full auðvitað niður, veit það ekki. Spilna frá marki hérna Gunnar. Andri áfram á Ragnar Már sem að missir hann undir sig en já, að missir hann svo en Páll Sindri. Þetta þröngt þarna margir í miðurringnum. Gert Agnar mist hann þarna til Páll Sindra. Páll Sindri með skiptingun yfir á Andra. Andri setur pressuna og endar á að hlaupa Hákon niður. Dæmdur brotlegur, ég held að sé ekki til þessu að segja. Það eru
leikir í gangi á fleiri stöðum en hér. Klukkan 6 hófst einni leikur FH og KA í Pepsi-deild karla sem og Fylkis og IBVF og það er komið mark í Egilshöllinni. Fylkismenn komnir yfir þar gegn IBVF 1-0 en hér er hætta en Óskar skallar þetta aftur fyrir. Síðan er annar leikur í annari deildinni í dag austur á Reyðarfirði sennilega í knattspyrnuhúsinu þar. Leiknir Fáskrúðsfirði tekur á móti Huginn. Taka þetta stutt, kemur fastu bolti fyrir og þarna hefði ég nokkuð vissum að Gróttumaðurinn Ásgrímur hefði viljað gera betur. Þarna náði ekki að snerta boltana nógu miklum krafti og snitta hann framhjá. Þetta var sannlega hættulegt. Agnar bauð sig þarna stutt og Káramenn voru ekki viðbúnir því. Smá deyfð einhvern veginn yfir Káraliðinu finnst mér. Eins og staðan núna hér vel gert Brynjar. Eggert Kári alveg, hérna tógað all hressilega í hann. Þetta lítur að vera gult spjald. Það er Ragnar Guðjónsson sem að fær það. Og aukaspyrna á vænlegum stað fyrir Káramenn sem að Páll Sindri tekur. Fyrsta gula spjaldi komið. Það er Ragnar Guðjónsson fyrir peysutók. Ekkert við þessu að segja, engin ástæða til að kvarta yfir þessu. Þetta er nú sennilega einu auðveldasta ákvörðun sem að dómarinn hefði getað tekið. Þá kemur boltinn frá Páli Sindra inn. Birgir Steinn þarna aðeins og stuttur, ótrúlegt en satt. Og svo var Sverrir Mar fyrir aftan en náði ekki neinum krafti. Spila Gróttumenn út úr þessu sigurvin fyrir liði. Tilbaka á Dag. Hann hérna út á Bjarna. Kemur Arnar Þór með langan bolta hérna yfir á Eggert Kárin er að koma þessu hérna aftur á Sverri sem er með langan bolta. Andri kemst í þetta. Klaufaskapur hérna og þarna er aukaspyrna dæmd á Dag en ekkert spjaldað þessu sinni en Andri heppinn að komast í boltan hérna en hann sótti þessa aukaspyrnu. Ég held að það sé alveg átti hann alveg skilið og hvað? Það er gult spjald á Dag. 2 gul spjöld á Gróttumenn á stuttum tíma hérna á réttum 2 mínútna kafla og það Brynjar Snær með þessa aukaspyrnu ætlar að snúa hann inn á tegin fullt af rauðum treyjum þar. Fítbolti og Birgir Steinn nær að komast í hann núna en enginn fyrir aftan til að taka við fleytingunni og Hákon hyrðir þetta. Káraliðarinn að þétta raðirnar aðeins að gera þeim erfiðara fyrir að spila sig í gegn. Ragnar Már er hindraður hérna en ekkert dæmt. Já, Arnar Þór steig hann hérna út og Ragnar fekk ekkert fyrir sinn snúð. Fín pressa hérna hjá Káramönnum inn á miðjunni. Ragnar Már ætlar á stað, tapar boltanum. Óskar verst þessu vantar aðeins að halda boltanum þegar Káramenn komast í hann.
Með það Gróttumenn þeir hafa pressað á nokkuð hátt upp á vellinum, ekki gefið þeim mikinn tíma til þess að ná einhverju ró á boltan. Brynjar les þetta vel. Kemur honum á Pál, hann á Guðfinn sem hann finnur Andra. Þetta er ágæti spil núna. Guðfinnur reynir að finna Óskar aðeins og framalega. Já, þurfa allir að vera vel reimaðir. Tæpar 20 mínútur liðnar, staðan er það 0-0. Fín pressa hjá Káramönnum. Guðlaugur kemst í boltan, stingur hérna. Já, fín vörn hjá Degi. Já, Páll Sindri búinn að vinna boltan tilbaka. Andri, Guðfinnur. Hann út á Ragnar. Með fyrirgjöf. Nei, er þetta skot? Þetta var sennilega skot. Sildi fram hjá þarna. Þetta var ekkert Ragnar, þetta var Brynjar. Sýndist mér. Það verður Gróttumenn hérna með innkast ofalega á vellinum. Ekki alveg svona ofalega. Já, þetta var alveg rétt held ég. Það hafa verið Sverrir sem að brauta á sér hérna. Þá eiga Gróttumenn aukaspyrnu á nokkuð hættulegum stað sem að Júlí Karlsson ætlar að taka með hægri fæti. Þetta er nú bara hreinlega skotfæri. Með honum þarna við boltan Kristófer Orri. Spurning hvað ætla að gera úr þessu. Gunnar við öllu búinn í markinu. Júlí, þetta er fyrirgjöf á fjárstöngina. Enginn kemst í boltan. Hættulaust aftur fyrir. Spila Káramenn út úr þessu en Brynjar kemur hérna upp með boltan. Ragnar hljópa á stað en boltinn skila sér ekki til hans. Andri er duglegur hérna frammi. Sverrir missir af boltanum hérna. Kemur Kristófer á Ásgrím eina ferðin en aftur á Kristófer en hann næri ekki að komast í nógu gott skotfæri. Vörnin er fyrir. Já, þetta er mér finnst pínu liggja í loftinu að Grótta ætli sér að vera fyrir til að skora. Þeir eru mjög grimmir að sækja. Ragnar með hornspyrnuna. Kristófer er hérna með honum en ég held að hann neyðist að taka þetta langt. Nei, hann tekur þetta stutt. Óskar var búinn að hörfa Kristófer. Þá kemur fyrirgjöfin. Þetta er í Birgi. En Guðfinnur er að hreinsa og svo er Guðlaugur fyrir. Andri leggur hann tilbaka á Eggert. Ragnar Már. Hann er hérna í baráttu við Bjarna Rögnvaldsson og brýtur á honum. Það er hrinding dæmd.
Dagur finnur hérna Kristófer en Birgir Steinn gerir vel alveg tilbaka á Gunnar en þeir pressa stíft. Sölvi gefur Gunnari engan tíma hann á boltanum. Káramenn eiga þetta innkast. Guðlaugur nær ekki valda boltanum. Tilbaka á Dag en Páll Sindri les þetta. Guðfinnur missi boltan. Kristófer þá sækja þeir hratt hérna. Sölvi eldir. Hefur betur eða hvað? Nei, hann missir jafnvægið. Þarna Birgir Steinn gerði vel. Það vantar einhverja smá ró á boltanum, Káramönnum. Andri gerir samt vel í að vinna hann hérna framan á vellinum. Kemur slök sending. Já, Sverri. Arnar með, já, það engin hana skipting upp í vinstra horni en þar var ekki nokkuð maður. Kristófer gerir vel, hann sækir hérna á vörnina, leggur hann út og svo kemur hana, þetta bara skotfæri hreinlega fyrir Júli en hann reyndi að þræða hann hana inn á tegin. Einni sending og mikið myndi ég segja. Agnar finnur Kristófer, þetta stórhættulegt. Kristófer með skoti rétti yfir markið. Klárlega besta færið hingað til. Já, ég vantar einhverja vakningu hérna Káramönnum finnst mér. Það er deyfið yfir þessu. Andri í baráttunni. Páll Sindri nær að vinna boltan hérna. Reynir kemur með boltan yfir á Brynjar en oflangur. Brynjar missir hann út af. Dagur hérna spilar hreinlega bara eins og svíper hérna í vörninni. Langaftastur stjórnar þessu. Kristófer einu sinni út á Ásgrím. Þá kemur fyrirgjöfin á fjarstöngina. Brynjar skallar frá og Guðlaugur í baráttunni kemur hún á Pál Sindra. Hann á Andra. Andri aftur á Pál. Birgir Steinn undir pressu. Guðfinnur. Þeir pressa mjög stíft og þetta er stórhættuleg sending hjá Sverri. Sölvi að reyna að koma sér í skotfæri. Birgir fylgir honum eins og skuggi þarna og gerir virkilega vel en ótrúlega áhætta þarna sem að Sverrir Mar tók. Þeir vilja taka þetta stutt. Ná að þurfa að veiða hérna tvo varnarmenn Kára út úr tegnum. Kemur boltinn út. Fín vörn. Sending upp á Kristófer. Oflöng. Skrítið, þeir eru með hávaxna menn. Grótumenn. Ég er pínu undrandi á þessu. Með Arnar Þór Helgason sem er vel yfir 1,90 til að miða á sem og Sigurvin Reynisson er nú engin tittur heldur. Þannig að ég heldur mætti alveg prófa það líka. Gunnar Arnar Andri nær ekki að fleyta þetta áfram. Þá kemur Ásgrímur eina fyrir enn, leita núna inn á völlin, finnur, þetta var góð sending en hann gerir Sverrir vel. Hálfgerð nöðvörð núna hjá Kára þessar mínúturnar. Guðfinnur hjálpar vel til en gengur ekkert að halda boltanum innan liðsins. Agnar að elta þetta hérna, gerir frábærlega, komin í fyrirgefastöðu, leggur hann hérna út í tegin á Kristófer sem að hittir hann illa.
og Guðfinnur nær svo að losa pressuna. Þetta er ekki góðu kafli fyrir heimamenn núna. Síðustu mínútuna Grótta með ágæti stök á þessum leik. Agnar rekinn tilbaka. Dagur reynir hérna, já, finnur Ásgrím. Já, Bjarni aftur á Dag, taka sér tíma núna. Glæsilega gert. Og hér er Kristófer að komast í skotfæri en Sverrir fyrir. Þeir halda boltanum, Sölvi tilbaka á Bjarna. Bjarni ætlar sér í skotið, tekur hann hérna nær hornið en ekki langt framhjá. Mikil pressa, Andri með Dag í bakinu og Dagur dæmdur hérna brotlegur. Fór hérna í bakið á honum, staðan ennþá 1-0 hjá Fylki og IBVF. Ekkert annað verið skorað í Pepsi-deild. Hér er Ragnar Már, Dagur með fína vörn. Ragnar Már fellur, ekkert dæmt og ekkert brot enda held ég. Ásgrímur aftur á Dag. Sigurvin fram á Sölva. Hann sækir á vörnina, finnur Axel inn á teiknum, boltinn úti á fjörstöngina og þar kemur Agnar með skot en Brynjar sett hann undir mikla pressu þarna. Gróttumenn halda boltanum. Sigurvin yfir á Arnar Þór, hann aftur yfir á vinstri kantinn, þar er Axel. Vel gert hjá Eggert Kára, hann vinnur á hann boltan. Andri en ekkert dæmt. Káramönnum gengur bölvanlega að halda boltanum. Dagur snýr hann á Andra. Bjarni. Hér er hætta að skapast. Ásgrímur náði fínu skoti hérna, Gunnar varði. Gert Kári að pressa á hann en ná samt að vinna innkastið.
Andri, það gengur einfallega ekki neitt hjá Káramönnum að spila, kemur nú skrítið skot frá Sölva. Þetta er erfitt mál, það er kannski verður ágætt fyrir Káramenn að komast bara inn í hálfleikinn á núllinu. Sjá hvort að þeir ná ekki að stappa einhverju stáli í sína menn. Lúðvík og félagar á bekknum. Það þarf eitthvað að hrista á aðeins til. Núna svo sem bakka Gróttumennir aðeins frá þeim og leyfa þeim að spila. Óskar með vonlitla sendingu inn á teginn. En Andri Júl hérna á miklum spretti. Hákon kominn langt út úr markinu til þess að bregðast við því. Vel gert hjá honum. En glæralegt. Skrítin sending hann hjá Birgi. Þar er engin annar en Ásgrímur. En Óskar verst þessu vel. Axel hins vegar var hérna í stuðningi en slæmsending út fyrir völlin. Ég vil kannski bara nú tækifæri að hvetja þá sem er að horfa til þess að taka þátt í samtalinu um leikinn. Það er hægt að gera það á YouTube. Við erum með lifandi kommentakerfi, þannig að það má senda okkur kveðju eða þið getið sendt hvort öðru kveðju og segja ykkar skoðanir á því sem að hér er að fara fram. Hér kemur löngsending fram á Ragnar Már. Ragnar Már fær stuðninginn en mikla pressu frá Agnari. Svo kemur boltinn yfir á fjarstöngina. Það er Eggert Kári, ekki rangstæður en náði ekki að komast yfir boltan. Skallaðan hann hátt yfir. En þetta er betra frá Kára. Gefur þeim vonandi eitthvað sjálfstraust fyrir framhaldið. Þá byrja Gróttumenn að byggja upp sókn hérna. Axel, Guðfinnur nær ekki að stöðva hann, Axel ennþá með hann. Þá kemur Páll Sindri til hjálpar, nær þessu Andri. Á flegi ferð Eggert Kári með honum hérna úti hægra megin en það er líka Guðlaugur Þór vinstra megin sem hann reyndi að finna og Hákon bjargaði þessu frá því að vera horn og í innkast Brynjar, nei þetta er Ragnar, skiptir yfir á Óskar. Megamenn, flottu bolti Páll með glæsilegt hlaup en sennilega hefði nú verið dæmdur brotlegri en hefði komist í boltan. Þetta var ekki slæm hugmynd. Þá koma Gróttumenn hratt núna, Sigurvin og Ásgrímur leita mikið upp vinstramenn hérna gegnum Ásgrím og hann er kominn inn á teginn en þeir bjarga þessu í horn. Káramenn sex og hálf mínútu eftir af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik og enn einn hornspyrnan sem að Gróttumenn eiga. Þeir hótast upp á hornið sem fyrr en nú takar það langt Agnar á næstungina og ja, það náði ekki miklum krafti í þetta. Gunnar ekki í vandræðum. Andri hérna 1 og 2, fín sending en hann missir hann aðeins svo langt frá sér og Gróttumenn leysa þetta mjög vel en Andri setur pressu hér á Hákon sem að gerir það mjög vel.
Bjarni. Brynjar tekur þetta bara niður á kassan. En sending hérna yfir á Sverri. Sverrir losar þetta fram. Dagur tekur það niður á kassan. Finnur Kristoffer, Axel. En Guðfinnur varð fyrir. Brynjar. Birkisteinn. Sending út í loftið, hann var hann undir pressu. Agnar. Finnur, reynir að finna Kristoffer, nær ekki valda á boltanum. Sverrir, Guðlaugur. Eggert Kári fær hann hérna út í hægra megin. Leggur hann tilbaka á Sverri Mar. Hann á Óskar. Óskar leitar að Guðlaugi sem að Finnur ekki, en Dagur fleytir því áfram á Andra Júlíusson sem að nær að koma þessu í innkast. Vel gert úr því sem komið var. Sigurvinn fylgdi honum hana alla leið. Fær síðan boltan hérna frá Bjarna sem að kemur honum á Axel. Guðfinnur pressar vel á hann. Páll Sindri gerir vel að taka niður hana. Sverrir á Guðfinn. Undir mikilli pressu af 3 mönnum, en hann að halda boltanum. Guðlaugur á Páll Sindra. Og Eggert Kári hérna algjörlega auður sjó hægra megin. 3 rauðir í tegnum. Fastur niðri. Dagur fyrir. Og aftur og fiskar síðan aukaspyrnu á Eggert Kára sem var full ákáður hérna. Ja, fiskar ekki, heldur bara sótti. Ekkert töðavert við það, hvernig hann gerði þetta, var bara skynsamlega gert. En þarna hafði Eggert tíma til að gera það sem hann vildi í rauninni, en náði að komast fyrir. Dagur yfirvegaður hérna út á Agnar, en Ragnar Már kemst í þetta. Guðfinnur og Andri yfir til hægri á Eggert Kára sem hann nær ekki valda boltanum. Erfið sending. Guðfinnur skallar þetta tilbaka, en Sölvi vinnur boltan og enn einu sinni Ásgrímur komin hérna inn á teig. Þetta getur nú bara enda á einn veg hreinlega. Kristoffer aftur tilbaka á Ásgrím. Þá finnur hann Agnar á fjärstönginni sem að setur hann fyrir. Guðfinnur skallar hann frá. En Guðlaugur leggst hér í grasið. Eitthvað stíið vitlaust niður eða eitthvað. Nei, það verðist verið leið með hann. Það leiti ekkert vel út. Það er að engin maður er nálagt. En menn fara að kvenka sér eftir eitthvað. Fín vörn hana hjá Káramönu. Ná að losa þetta fram. Andri fleytir þessu, en það er ekki neitt til að taka við. Kemur Agnar, pressa á hann, Ragnar Már hérna og Brynjar hjálpuðu stað við þetta. Eggert Kári brotið á honum. Réttum 1,5 mínútu eftir að venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Og ég held að Káramenn geti verið bara nokkuð sáttir ef að þetta fer í, ef að þetta verið staðan í hálfleik 0-0. Gróttumenn verið hættulegri og allavega með þess sem ég hef séð áður á Káraleiðinu, þá var þetta ekki líkt því liði. Það er svona einhver deyfði yfir þessu. Kemur hérna skiptingu yfir á Eggert Kára, hann er með 2 menn í sér. Óskar til stuðnings. Óskar tilbaka á Pál Sindra. Margir
Káramenn fram á við, kemur sending hérna á Guðlu Þór en Gróttumenn á að koma þessu frá. Agnar ber boltan upp, finnur Kristófer. Páll Sindri gerir virkilega vel, vinnur á honum boltan og Guðlaugur, þessi bolt aðeins svo langur. Ágætis hugmynd. Guðfinnur á Andra og hann á Eggert Kára. Andri að reyna að komast fram hjá Degi, kletsar síðan saman. Hné líklega, allavega heldur Dagur hné á sér. Svo sem ekkert, þetta í rauninni bara slys en hann sárt þjáður, strákurinn. Þetta lítur ekki vel út. Ég gæti ekki séð að Andri hefði farið með sól á undan sér en eitt slíkt, heldur en hann hleypur á hann eftir að hann að elta boltan annars, en hann ætlar þó að spjalda Andra Júlíusson hérna. Það nú, en ég verð að viðurkenna það, ég nú bara búinn að sjá þetta einu sinni eins og aðrir, en þið sem að heimasítið hafið þann möguleika að spóla tilbaka og sjá hvort að þetta spjald verðskuldað. Allavega gult það, en skulum vona að Dagur hristi þetta af sér og geti haldið áfram. Búinn að vera traustur hérna í vörninni og virkur þáttakandi í spili Gróttumanna líka. Já, hann stígur allavega í fótinn. Þeir virðast þeirra báðir jafn langir en þá. Það virkilega vont að fá högg á hnéð, en þarf ekki að vera alvarlegt þó þessi vont í fyrstu. En þá væntanlega, nei, hann bætir engu við, hann hefði nú getað að frauta þetta bara af. En 0-0 í hálfleik. Gróttumenn búin að vera ívið sterkari, eiga fleiri færi en ekki náða að gera sér nógu mikið mat úr því. Káramenn verið daufir, það sem af voru nokkuð sprækir svona til að byrja með, voru við það að skapa sér færi, áttu nokkuð skotamarki, en skulum vona að síðari hálfleikurinn verði betri. Og en við tökum okkur núna hlé á meðan að leikmenn og þjálfarar drekka teið sitt. Við fáum okkur ekki kaffisopa líka. Þangað til á eftir, þá bara farið ekki langt.
Jæja, gott fólk, velkomin aftur í Akraneshöll hérna með okkur á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Seinni hálfleikur framundan í leik Kára og Gróttu í annarri deild karla. Staðan 0-0 í hálfleik og þar sem að Grótta búið að vera yfir sterkari aðilinn óneitanlega og en enga breytingar gerðar á liðunum sýnist mér í hálfleik og Dagur sem að lendi hérna í smá hnjaski undir lok fyrri hálfleiks mættur til leiks á ný og vonandi fyrir okkur skagamenn að Káramenn hafi fundið einhverja lausnir á því hvað var að hrjáða á í fyrri hálfleik af því að þeir voru ekki svipur á sjón og ólíkir sjálfum sér. Gróttumenn með yfirhöndina allan tíman frá upphafsflauti. Hér Gróttumenn bara strax að sækja en ná ekki að gera neitt af viti. Þeir hafa leita mikið upp vinstra megin gegnum Ásgrím Gunnarsson sem að hefur komist trekk í trekk í mjög góða stöður og spyrnir Gunnar frá markinu í áttina að Guðfinni sem að fær eitthvað högg á höfuðið þarna og reglum samkvæmt stöðvar hann leikinn. Ég minni á það enn og aftur að og hvet ykkur til þess að taka þátt í umræðunum leikinn hérna á YouTube lifandi spjall sem að þið getið kommentað á það sem þið að sjá að fullt af fólki að horfa þannig að það örugglega gaman að heyra viðbrögðin frá öðrum sem og hvetjum ykkur að sjálfsögðu til þess að deila slóðinni á vídeóið með ykkar vinnum sem að þið gætu trúa að það hefðu gaman að horfa á þetta. Talningum á Seltjarnarnesinu sem að menn kannski vita síður af okkar þjónustu. En hér Agnar með innkast. Gróttumenn byrja strax hérna í síðari hálfleik að reyna aðeins að þrýsta á heimamenn. Liðin sem eins og ég kom inn á hérna í upphafi leiks sitja fyrir leikinn saman í 7. til 7. sæti með 1 sigur og 1 tap hvort lið. Geta nú skilið leiðir hérna nema þið ætla að fara að samferða í gegnum sumarinn náttúrulega og skilji bara hérna. Hér Arnar Finnur Kristófer en Páll Sindri nær að komast í boltan. Andri á Ragnar Má og hann skiptir hérna yfir Eggert Kára. Kemur hérna flegiferð upp hægri kantinn. Þeir eru núna hérna 4 á 4. Guðlaugur fær hann hérna við vítateiginn, leggur hann aftur út á Eggert Kára og það brotið á honum, aukaspyrna hérna í débúanum. Þetta var fín hröðsókn hjá heimamönnum. Og hér held ég að Páll Sindri fái að spreyta sig, skoraði þrennu austur á Seyðisfirði. Það fínn staður til að skora þrennur. Ekki að ég þekki það af eigin raun svo sem. En Páll Sindri hérna, þetta stórhættulegt og gæti verið ágætis tækifæri fyrir Káramenn að skora. Hvað gerir Páll hérna? Hann fer beint í vegginn, fær hann aftur, tekur hann á vinstri yfir markið. Já, sennilega mesta hætta sem að Káramenn hafa náð að skapa í dag. En aukaspyrnan frekar slök. Eins og eflaust margir vita verið að spila í Pepsi-deild karla í dag, 2 leiki. FH komin 1-0 yfir gegn KA
í kriganum og Fylkir ennþá 1-0 yfir á móti IBVF. Þeir leikir, ég veit svo sem ekki hvort að annarkvort þeirra sýndur, en hér allavega leikur í þessum við myndum geta kallað næstbæsta sæti hugsanlega. Guðlaugur í dauðafæri, Andri Júl nær ekki, þeir ná að komast fyrir þetta í tvígang og Dagur að reyna að leika sér út úr þessu, gengur ekki. Ragnar Már, herðu þarna hefði hæglega verið hægt að dæma vítaspyrnu, segi ég, en var ekki gert. Þar þarna Ragnar Már, mikið klass í tegnum. Dagur hann full rólegur á því fannst mér. Eggert missir boltan frá sér, Sigurvin fram, en Sverrir Mar bara sendir hann tilbaka. Axel þarna brotið á Sölva. Þetta skotfæri, klárt mál. Sverrir Mar og hver það? Kristoffer hérna stendur við boltan og einhverjir fleiri. Sölvi sem að hann lappar frá þessu. Sýnist að vera Júli sem að með honum hana. Kristoffer, einn hægri fótar, einn vinstri fótar. Gunnar klár í markinu, veggurinn klár, þá kemur spyrnan. Það Júli sem hann tekur það og í hornið, og Gunnar ver þetta í vegghorninu. Vel gert hjá Gunnar í markinu. Fín aukaspyrna hjá Júli Karlssoni. Og enn einu sinni hótaðir stuttu horni. Agnar og Kristoffer. Þeir taka það stutt. Kristoffer út á Sölv. Nei, hver þetta? Kemur skot af löngu færi. Þetta var Axel. Birgisteinn út á Brynjar. Tilbaka á Birgisteinn sem að losar hann hérna upp í áttina að Andra Júliusinni. Sigurvin nær þessu, en Ragnar Már vinnur hann á honum. Eggert Kári laus út á hægri kanti, sendingin ekki nákvæm, en nær boltanum enga síður. Tilbaka á Óskar, hann á Guðfinn. Guðlaugur Þór út á hægri til Óskars, hann aftur á Guðlaug, hann aftur á Óskar. Fínt spilkafli núna. Páll Sindri á Guðfinn, reynir að finna Ragnar Már, tekst ekki. Óskar gerir vel. Óskar kemur hérna á ferðinni, en fín vörn hjá Axel. Já, þetta mun betra frá Káramönnum núna, komum við með smá sjálfstraust í spilið. Páll Sindri reynir sendingu, en hún ekki góð. Agnar kemst inn í það. Birgisteinn skallar hann. Andri Júliusson, en Axel kemur tilbaka og kemur þess á Hákon. Dagur. Axel. Júli hérna á ferðinni. Páll Sindri þjarmar á honum. Frábær sendingin á Sölva sem komin í dauðafæri. Gunnar Ver hérna dauðafæri hjá Sölva Björnsinni. Einn á móti, en þessi sending var alveg algjör dásemd inn fyrir vörnina, en þeir ekki hættir. Kristoffer með boltan hérna yfir á fjær. Þar Agnar, leggur hann út. Birgisteinn að verða fyrir skotinu. Kemur hotspyrna frá Gróttu. Agnar og Kristoffer ennina ferðinni hérna út á Axel. Hótar skotinu,
kemur svo sending aftur upp í hægra hornið, þar Agnar, kemst inn á tegin, þetta stór hættulegt, boltinn út í tegin, Birgir Steinn nær að verða fyrir skotinu. Páll Sindri finnur Andra sem að gefur sig í boltan, aftur á Pál Sindra, frábær tækling hérna hjá Sölva, komst fyrir þessa sendingu, Andri brotið á honum. Það verður að segjast eins og að Gunnar Oddur búinn að dæma þennan leik bara mjög vel og leikurinn svo sem verið drengilega spilaði líka. Kemur hárbolti hérna inn á tegin, Birgir Steinn í boltanum, nær ekki almennilega komast í hann. Andri síðan með áhugaverða tilraun en hún vel yfir. Já, það áhugavert að fylgjast með spjallinu núna. Það eru greinlegt að menn að veðja á þennan leik einhvers staðar út í heimi og skilja helst ekki orðaði sem ég segi. Spilaðir út úr þessu Dagur, hann snýr á Andra, vel gert hjá honum, kemur svo löng sending hérna beint fram á Sölva. Sverrir gerir nóg til þess að hægja á honum, þannig að Gunnar náði að grípa þetta nokkuð auðveldlega. Birgir Steinn með slaka skiptingu, það samt Guðfinnur svo að koma honum hérna upp í hornið á Guðlaug, hann að halda þessi inn á tilbaka á Eggert Kára sem að kemur með hann fyrir í fyrsta. Þeir eru svo svellkaldir að spila út úr þessu, þetta er ununa að horfa. Axel, Kristoffer og Agnar fastan fyrir og Sölvi hérna í fínu færi, skot fram hjá. Já, 12 mínútur búnar í síðari hálfleik. Ég minni á seinni leik kvöldsins á þessum fallbyssu 50 á IA TV þegar að meistaraflokkur kvenna hjá IA tekur á móti IR í inkassodeild kvenna. Hér kemur Andri með stungusendinguna Eggert Kára og hann tekur skotið og það er mark! Frábært mark hjá Eggert Kára Karlssoni. Markið á 58. mínútu, Eggert Kári Karlsson með frábæra afgreiðslu þarna. Tekur hann á lofti í fyrstu snertingu í fjærhornið, gjörsamlega óverjandi fyrir Hákon í markinu. Sendingin frá Andra inn fyrir algjört æði líka. Já, þvílíkt skot í menn, það er alveg nokkuð ljóst. Já, þetta er Káramenn hafa verið líflegri hérna í síðara hálfleiknum með þeim voru í fyrri. Þannig að þetta er eflaust svolítið kjaftsök fyrir Seltirninga. En svona er fótboltinn. Axel stingur hérna inn fyrir. Óskar nær að komast í boltan á undan Ásgrími. Og enn hornspyrnan. Þaulæfðar hornspyrnur hjá Gróttumönnum. Nokkrar mismunandi útfærslur af þessum stuttu hornum. Hérna boltinn út á Axel. Kemur honum aftur á Kristoffer sem að ræðst á mörnina. Boltinn síðan yfir á fjærstöngina en siglir í gegnum allt. Og út fyrir. Vel mætt í höllina eins og venjulega þegar Kári er að spila. Kannski verðt að vekja athygli á því að eftir leik mun ég að sjálfsögðu reyna að ná spjalli við Lúðvík Gunnarsson, þjálfara Kára liðsins og mögulega einhverju fleiri
Eggert Kári fleytir þessu áfram, Guðlaugur líka, en þá það Axel sem að kemst í hann, Guðfinnur, Agnar tekur þetta niður, þeir missa boltan, Andri, og það innkast sem Káramenn eiga. Já, það verður fróðlegt að sjá hvernig Gróttumenn bregðast við þessu, búin að vera með yfirhöndina stóran hluta af þessum leik en eru samt undir. Kemur langur bolti frá Degi, Birgir Steinn skallar þetta á Brynjar. Brynjar á Pál Sindra, hann með langa sendingu fram sem að Ragnar Már eldir, Hákon út úr teignum. Svell kaldur, kemur honum á Axel, Guðlaugur Þór kemst í boltan. Boltinn berst svona á milli liðanna núna, Sverrir á Guðfinn. Boltinn tilbaka á Gunnar, Sölvi pressar stíft á hann. Andri nær valdi á boltanum hérna, leggur hann á Guðlaug. Guðlaug reynir að leita að skotinu með það rétt framhjá. Frekar laust. Agnar, fín pressa hann en Agnar heldur boltanum, gerir virkilega vel. Sprækur strákur. Sigurvin yfir á Bjarna, hann á. Hér Axel kominn upp að endamörkum en fín vörn, Guðfinnur fylgdi honum hann inn og Sverrir hreinsar frá. Þá skipting hjá Káramönnum, sýnist að vera Jón Vilhelm Ákason að gera sig kláran. Andri Júlíusson kemur af velli eða hvað? Nei. Nú bara að spjalla. Það Guðlaugur Þór og Ragnar Már sem fara af velli og Marin og Hilmar og Jón Vilhelm Ákason koma inn á. Gamanlegt að eiga svona menn á bekknum. Þá leikurinn kominn í gang aftur. Jón Vilhelm pressar hérna á Dag. Arnar undir pressu, Eggert Kári gerir vel, Jón Vilhelm aftur á Eggert Kára, þeir eru hérna 3 og 3, varamennirnir og Eggert Kári. Eggert Kári með slaka sendingu inn á Jón, en býtu við, hér jú það dæmt á Jón Vilhelm. Ég held að það sé ekkert við þess að segja. Bjarni út á Axel sem að hefur nóg pláss til að hreyfa sig inn í hérna Marino og ferðin á eftir honum. Herðu, sending tilbaka eða hvað? Gróttumenn ekki sáttir. Erfitt að meta hvort að þetta hefur heila verið sending eða bara einhver hreinsun, en þarna var stór hætta við marki hjá Káramönnum. Frábær sprettur hjá Ásgrími enn sem fyrr og Gunnar misti af boltanum og Birgir Steinn fekk hann hálfpartinn í sig og potaði hann eitthvað til hliðar og þar greip Gunnar hann og slapp með skrekkin. Það hefði verið mjög auðvelt að túlka þetta sem sendingu. Káramenn fá síðan hotspinnu hinum megin. Þá skokkar
Gunnar dómari yfir á bekkinn hjá Gróttu. Óskar Hrafn eflaust ekki sáttur með þetta atvik hérna rétt áðan. Gult spjald á bekkinn. Væntanlega á Óskar, hann er þá skráður fyrir því. Óskar Hrafn. Já, lág honum hver sem vill. Ég held að flestir hefðu gert einhvers konar athugasemdir við það, en auðvitað þarf að passa orðavalið vel. Þarna hefði hæglega verið hægt að dæma óbeina aukaspyrnu inn í markteg Káramanna. Menn tilbúnir á bekknum hjá Gróttu að koma inn á, en það er hornspyrna sem Káramenn eiga. Boltinn kemur hérna út af Pál Sindra sem að kemur svo með hann hérna inn á fjarstöngina, en Hákon grípur þetta örugglega, kastar þessu svo hratt út. Sigurvin á ferðinni, Birgir Steinn á eftir honum, kemst fyrir hann, hægir vel á honum og brýtur síðan á honum. Alveg spurning með gult spjald þarna, en skipting hjá Gróttumönnum eða hvað? Nei, þeir eru snöggir að taka þetta. Ásgrímur en eina ferðina og Óskar til varnar. Nú hefur Óskar betur. Renault á andra. Páll skiptir hérna yfir á Guðfinn. Guðfinnur stíginn út þarna af Arnari. Þeim er nú engin smásmíði. Fróðlegt að sjá hvort að þetta sé taktísk skipting hjá Gróttu, hvort að þeir ætla að setja í meira sóknarkerfi. Brynjar fram á Eggert Kára, hann á Jón Vilhelm og Jón hérna í klapsi heldur boltanum. Glæsilega gert hjá Jóni Vilhelm. Rennir hún síðan inn á Brynjar sem er þarna fyrir bolt. Fín fyrirgjöf aðeins og einarlega fyrir Marino. Þá siglir boltinn út af og þá kemur skiptingin hjá Gróttumönnum. Þá koma ný nöfn til þess að læra fyrir mig. Það er Axel og Kristoffer sýnist mér sem er að fara af velli, og í þeirra stað það þarf að fara skildamenn til að vera með númer á stuðbuxunum hérna í íslenska boltanum. Eða setja upp spegil hérna á vegginn hinum megin. Nei, það er Sigurvin sem að fara að velli. Nei, hann er ekkert að fara að velli. Það voru Axel og Kristoffer. Við komumst að því innan skams hverjir þetta eru sem að koma inn á. Það er leikmann númer 16 allavega annar, Kristoffer Skeving. Það er nú ákveðin hægræðing í því. Og síðan er númer 27 Björn Axel Guðjónsson. Björn Axel fer þarna í fremstu línu með Sölva, þannig að þeir eru konir hérna með 2 upp á topp. Kristoffer var hérna aðeins fyrir aftan Sölva. Þannig að þeir eru að skipta, sýnist mér, í gott ef það gæti verið 3-5-2 eitthvað slíkt með 3 manna varnarlínu. Sending hérna inn á Björn, en Sverrir gerir þetta vel, kemst í boltan, kemur honum á Marino finnur Jón Vilhelm sem að leggur hann tilbaka á Andra Júlíusson sem er aðeins dottinn aftar á völlin eftir að Jón kom inn á. Eggert Kári með skærin, kemur síðan með skot víðsfjarri, þurfti að teygja sig hérna verulega í boltan. Rétt rúmar 20 mínútur eftir, staðan 1-0. Birgir Steinn undir pressu, fín pressa hjá Sölva, hann er að vinna á honum boltan, en Birgir nær að sjá við honum síðan í annarsinn, leggur hann þó bara út á Agnar sem að leitar hérna inn á völlin, inn á teiginn, en þar er Óskar
sem hann að hreinsa þetta frá. Káramenn verjast núna aftarlega og ætla sjálfsagt að spila einhvern skyndisóknar bolta. Óskar enn einu sinni í baráttu sinni við Ásgrím. Nóg eftir að þessu fyrir Gróttumenn að jafna. Óskar skallar þetta fram á við, Andri fleytir því áfram en finnur ekki Jón Vilhelm. Kemur Júlí yfir á varamanninn. Þetta er fínt skoti á honum og virðist hafa farið annarkvort í varnarmann eða að Gunnar hafi varið þetta í markinu. Þetta var Kristófer Skeving sem átti þetta skot. Þá er Kristófer farin út af, þannig að nú kemur bara löng hornspyrna líklega frá Agnari. Birgisteinn grimmur þarna í loftinu, Bjarni síðan með skotið langt yfir. Ákveðin skynsemi í því að klára sóknina með skoti. Neiða Káramenn til þess að spyrna þess út og geta endurskipulagt liðið. Engin Káramaður upp í þetta. Arnar skallar þetta bara frá. En einu sinni finna þeir Ásgrím hérna vinstra megin. Kristófer er með honum, leggur hann út í teginn. Guðfinnur var þar í baráttunni og þetta lítur að vera horn eða hvað? Nei. Markspyrna dæmd. Þá er önnur skipting hjá Káramönnum. Sýnist að vera Þór Lórens sem er að koma inn á. Hver er það sem fer að velli? Það er Eggert Kári Karlsson. Þannig að gerir ráð fyrir að Þór komi bara inn á vinstri kantinn. Fær hérna heiðursfylgd frá Gunnari dómara, markaskorari leiksins að fara að velli. Skoraði mark Káramanna á 58. mínútu með bylmingsskoti. Virkilega fallegt mark hjá honum og Þór kemur bara hérna inn á vinstri kant. Gunnar finnur Jón Vilhelm sem kassar hann niður fyrir Andra sem að stingur síðan inn á Þór sem að brýtur á Agnari. Kappsamur hérna nýkominn inn á. Fyrir þá sem ekki vita, Þór Lórens fæddur árið 2000. Líkt og Óskar Vasilevski. Þannig að það eru 2 18 ára strákar hérna að spila með Káraliðinu í dag. F-engar komnir 2-0 yfir gegn K.A. Þar er líkt og hér rétt rúmar 15 mínútur eftir að leiknum. Gróttumenn reyna hérna að brjóta Káramenn á bak aftur. Slök sending hjá Arnari. Jón. Hann leggur hann tilbaka á Óskar sem að finnur Jón Vilhelm aftur. Fáir betri að halda boltanum heldur en Jón Vilhelm Ágásson.
en sendingin ekki nógu góð þarna. Jón eins og að koma með boltan aftur. Andri Júlíusson dregin alveg aftur á miðuna hérna eftir að Jón Viljan kom hérna á toppinn hjá Káraliðinu. Óskar gerir þetta vel, finnur Jón Viljan, hann með Dag í bakinu. Guðfinnur finnur Marino, hann hérna að kljást við Arnar sem að vel gert hjá Marino, hann gaf sig ekki með þetta og vinnur hornspyrnu. Virkilega vel gert hjá Marino. Hornspyrnan inn á næstöngina. Arnar nær að negla þessu frá. Það Sverrir Mar nær skrýtnu valdaboltanum hérna á Andra, en hann sendir hérna út á hægri kantinn. Páll Sindri með hann tilbaka á Andra Júl sem að sendir hann inn á fjárstöngina. Þar ekki nokkuð maður nema Agnar. Vel gert hjá Júli, stingur hérna í átt að Byrni. Fín vörn hjá Þór Lorenz. Agnar með hornspyrnuna, hún lág á Júli. Hann sendir hann aftur á Agnar sem kemur svo með hann fyrir Andri Júlíusson, fær hann hann í sig og þá Marino laður á stað. Þór með honum, þeir eru aftur hérna 3 á 5 núna reyndar. Marino og fín vörn hjá Sigurvin. Marino náði ekki að komast fram hjá fyrirliðanum hanna. Sigurvin stingur hann síðan hérna upp í hornið á Björn Axel, en Birgir Steinn í baráttunni náði að sjá við honum hanna. Páll Sindri aftur á Guðfinn, vel spilað hjá Káramönnum núna. Þór, misskilningur hanna. Fín vörn hann hjá Birgi Steini. Óskar hafði nú meiri tíma heldur hann gerir sig grein fyrir þarna. Sending hérna inn í miðjavörnina. Júli reynir að finna Agnar út á hægri kantinn, fær hann aftur og skot. Gunnar Ver og næra halda boltanum. Björn Axel hérna kom í humátt og eftir þessum bolta, en Gunnar gerði vel. Sölvi með mikla pressu hérna, næra komast fyrir þessa sendingu frá Gunnari, en Óskar mættur til að heyrða þetta. Sölvi búinn að vera alveg eins og þeytispjald hérna í kringum Gunnar þegar hann hefur fengið boltan. Jón Vilhelm í baráttunni við Dag. Dagur dæmdur brotlegur. Bekkurinn ekki sáttur hjá Gróttu. Þeir verða nú að passa sig, það komið guldspjald þar á bekkinn. Ég held að það hafi ekkert verið við þess að segja. Boltinn tilbaka á Gunnar í markinu. Hann skiptir yfir á Brynjar. Svo kemur langur bolti í áttina Jón Vilhelm sem dæmdur rangstæður. En Hákon kom hann vel út úr tegnum og var vakandi fyrir þessu. Dagur á Agnar. Já, ég ekki frá því að, þó ég veit það ekki, en að Dagur og Agnar eru mjög áþekkir á velli. Báðir Guðjónsinnir, þannig að ég ímynda mér að þeir séu bræður. Hákon hérna, Marino pressar á hann, en hann alveg aleinn hann frammi. Arnar
Bjarni Kristófer með fyrirgjöfina, Sverrir hreinsar þetta í horn. Þeir hætti ekkert að ógna, Gróttumennirnir. Rétt 10 mínútur eftir að venjulegum leiktíma og Káramenn halda enn forystunni. Agnar tekur þetta hérna út á Kristófer sem að kemur svo með fyrirgjöfina. Sverrir skallar það frá, allir Káramenn komnir tilbaka núna, þar á meðal Jón Vilhelm. Hér, gott skot beint á Gunnar, fínt færið þarna. Ásgrímur, búinn að vera virkilega sprækur í Gróttuliðinu. Sigurvin og Dagur skiptir hérna yfir. Þá ber Bjarni boltann upp, Káraliði farið að falla mjög langt tilbaka. Getur verið hættulegt, kemur skalli rétt yfir. Það var Júlí Karlsson sem átti þennan skalla. Kannski verðt að minna á að við verðum með beina útsendingu annað kvöld einnig úr inkassadeild karla þar sem að ÍA tekur á móti Haukum. Hvet ykkur til að fylgjast með því að sjálfsögðu. Mikið að gera hjá okkur þessa dagana sem er bara mjög gaman. Jón Vilhelm. Óskar hérna tók sénsinn. Kristófer vann á honum boltan, Sölvi fer fram hjá Birgi, nei Birgin er að koma boltanum í þetta, nei fætinum í boltan og bjargar í horn. Það taka þeirra stutt, Agnar, það er komin svona nettur ákafi í Gróttulið. Káralið allt á síðasta þriðjungi, varnarþriðjungi hjá sér. Þetta er hættulegu leikur. Fín vörn hjá Óskari, hornspyrna, mikil pressa þessa stundina. Þá kemur Ragnar yfir og tekur hornspyrnuna sem fyrr. Dagur býður sig, hann er nú aftasti maður og hann er komin bara á síðasta fjórðung. Sending beint inn í teginn. Sýndist að vera Júlí sem að reyndi hérna skot. Þór pressar. En þetta er hættulegu leikur sem að Káramenn er að spila núna, segi ég. Að liggja svona mikið tilbaka og halda ekkert boltanum þegar þeir vinna. Kristófer, fín vörn hjá Óskari. Boltinn upp í Rjáfur, innkast. Pressar hjá Marino hérna. Þá sækja þeir hratt. Andri Þór hérna með honum vinstra megin. Marino hægra megin og hann er flaggaður rangstæður. Káramenn ekki sáttir. En það breytir engu. Þá kemur bara Gróttuliðið í hináttina. Birgir Steinn hreinsar þetta bara í horn. Já, ef hann var rangstæður þá var það klaufalegt hjá Marino að gera það. Þetta var fín staða sem að Káramenn voru komnir í. Og þeir taka þetta stutt. Júlí fær hann hérna full auðvitað inn á teignum. Og Óskar til varnar. Kemur fyrir gjöfin. Þór Lórens skallar það frá, bakfallspyrna. Töluvert fram hjá Sölva. Já, þetta verða langar mínútur hérna fyrir heimamenn, sýnist mér. Þeir þurfa að reyna að halda boltanum vinna liðsins, láta Gróttuliðið verjast aðeins. Gunnar finnur Marino sem að finnur Jón Vilhelm.
Jón gerir vel. En Sigurvin með fína varnarleik hérna. Kemur honum út af. Þeir vilja nú eiga þetta innkast. Þá innkastið sem Óskar tekur. Liggur Káramennu svo sem ekkert á. Jón Vilhelm í baráttunni við Dag. Dagur hefur betur. Agnar. Júli. Sigurvin. En fellur Káraliðið mjög djúpt tilbaka. Agnar með svo flotta fyrirgjöf hérna inn á fjárstöngina. Óskar Vasilevski hreinsar þetta frá. Arnar í baráttunni heldur þess inn á. Andri tilbaka á Brynjar. Hann undir pressu frá tveimur. Snýr. Kemur honum síðan á Þór Lorenz. Þetta aukaspyrna. Birgir með langan bolta hérna í áttina Þór Lorenz sem að nær honum og hann með fyrirgjöfa yfir á Marino sem í dauðafæri og skýtur rétt yfir. Já, þetta var ótrúlega auðvelt að komast í þetta færi, kom bara aukaspyrnan beint upp í hornið á Þór Lorenz sem að spottaði Marino yfir á hinum kantinum. Kemur hérna sending beint fram, Birgir Steinn skallar það frá. Gróttumenn haldað hins vegar boltanum, Sverrir hreinsar, Marino finnur Jón Vilhelm, broti á Marino hérna. Að mæta konurnar í hús klukkan korter yfir 8 verður flautaður á leikur IA og IR í innkastadeild kvenna. Leikur í annari umferð. Sá leikur átti nú að vera hérna út á Akranesvelli en var færður inn sökum blíðskapa veðurs hérna á Akranesi. Eða hitt og heldur. Alveg eins viðbúið að leikur í á Hauka í innkastadeild karla á morgun verði einmitt líka færður inn. Ekki nú skárri veðurspáin fyrir morgundaginn. Andri undir pressu frá Agnari og hver á þetta innkast. Þannig Andri Júlíusson að næla sér í annað gult spjald. Já. Andri Júlíusson, þetta var ekki skynsamlegt. Andri Júlíusson að næla sér í seinna gula spjaldi hérna á 88. mínútu. Káramenn einum færri í það sem eftir Þetta var gæti reynst dýrkeypt. Auðveldar allavega ekki verkefnið. Smá ég mynda mér að hann hafi gleymt því að hann væri á spjaldi en það var það spjald frekar óverðskuldað allavega mínu mati. En engu að síður þetta var alveg klárt gult spjald og þar af leiðandi rautt. Og nú verður þetta eflaust nauðvörn hjá. Þetta annar leikurinn í röð hérna í höllinni sem að Káramenn spila þar sem að þeir missa mann af velli. Sindri Snæfells Kristinsson auðvitað í banni í þessum leik. Eftir brottvísun gegn Fjarðabyggð í fyrstu umferð. Bjarni með aukaspyrnuna og þetta at í tegnum hérna en þetta endar á því að Guðfinnur hreinsar frá en Hákon hérna bara í miðju ringnum. Aftasti maður og hann ekkert að bakka neitt. Kemur boltinn aftur inn á teig, Gróttumenn á að taka niður, leggja hann hérna út á Sigurvin. Það var einhver fyrir, hvort sem það var sóknarmaður að varnarmaður, skiptir ekki öllu. Dagur, svellkaldur, Finnur, Agnar.
sem að leitar inn á völlin. Þarf að leggja hérna út á Bjarna. Það finnur Sigurvin hérna, Sigurvin inn á Júlí sem að leggur hann út í teginn. Sölvi nær ekki að hitta boltan. Þetta verður eitthvað. Boltinn inn á fjárstöngina. Þeir halda þessu á lífi. Kristófer, Bjarni inn á teginn. Þar Júlí, en þar líka Þór Lorenz nær að pota þessu aftur fyrir. Stór hætta. Venjulegu leiktími liðin. Bara viðbótar tíminn eftir sem við höfum ekki hugmyndum hver eflaust 3-4 mínútur. Ekki verið tafir vegna meiðsla en nokkrar skiptingar hérna hjá báðum liðum. Dagur á Sigurvin. Þeir eru ekkert að hérna kemur væntanlega fyrirgjöfin hjá Degi. Hún inn á fjárstöngina. Marino í baráttunni. Kristófer með skot yfir og framhjá. Þetta léttir aðeins pressuna. Og Gunnar með markspyrnuna. Það eru liðnar 33 mínútur í hinu leiknum sem hófst klukkan 19:15 sem verið að spila í annarri deildinni leikni Fáskrúðsfirði gegn Huginn Seyðisfirði fyrir austan. Þar staðan ennþá 0-0. Agnar hérna úti hægra megin, fastur fyrir Birgir Steinn. Skallar þetta frá og í innkast. Agnar snöggur að taka það. Nú það að þrýsta vörnin út ef þau geta í hvert tækifæri. Bjarni. Það eru bara allir Káramenn nánast inn á teignum. Þessi siglir aftur fyrir. Brynjar setti þarna pressu á Júlí sem náði ekki að komast. Gunnar tekur sér góðan tíma í þetta. Gunnar dómari fann að líta á klukku sína. Hvort að það þýðir að þetta sé að verða búið veit ég ekki. En ég minna á það að ég ætla að stökkva hérna niður á völli eftir og reyna að ná viðtali við þjálfara Káramanna Lúðvík Gunnarsson. En hér fá Gróttumenn eitt tækifæri viðbót. En það fer í súginn, mjög slæm fyrirgjöf sem fer aftur fyrir. Spurning hvort þetta var síðasta tækifærið. Ég ekki með það á hreinu hvað mikið liðið síðan að 90 mínútur fór á klukkuna. Það hlýtur að fara að styttast í þessu. Kemur Gunnar með spyrnuna frá marki. Jón Vilhelm í baráttunni. Arnar hefur betur, þá geta þeir komið eina ferðin en þetta hlýtur að vera síðasta tækifærið. Þeir þurfa að fara tilbaka. Dagur, reynir sendingu, Þór Lorenz fyrir. Agnar fær hann hérna upp í hægra horninu. Tilbaka á Dag. Dagur með fyrirgjöfin á fjárstöng. Sverrir skallar hann aftur fyrir sig. Kristófer með boltan fyrir. Guðfinnur, Sigurvin. Það erfitt að sjá hver gerir hvað þarna og þá leikurinn flautaður af. Harðfylgi sigur Káramanna hér á heimavelli 1-0 gegn fínu liði Gróttu. Verðskuldað, ég veit það ekki en ég held að Gróttumenn séu allavega klálega þeirri skoðun að það sé það ekki. En frábært mark Eggerts Kára Karlssonar á 58. mínútu skildi liðin að. Ég ætla að stökkva niður á völl og reyna að fá viðtal við Lúðvík Gunnarsson sem hlýtur að vera yfir sig ánægður núna. En minni leið á það að við verðum hérna aftur í loftinu korter yfir 8 þegar að IA og IR mætast í innkastadeild kvenna. En ég ætla að stökkva hérna á stað, sjá hvort ég finn Lúlla.
Já, Lúðvík Gunnarsson á leiðinni til mín hérna. Lúli, þú hlýtur að vera sáttur með þennan sigur. Alveg gríðarlega. Alveg bara, þetta var helviti langt eða torsótt, þannig að þeir sóttu en ég er gríðarlega sáttur. Já, ég meina, Gróttuliðið var sterkara, sérstaklega í fyrri hálfleik þar sem að mér fannst Káraliðið og þitt lið ekki vera alveg mætt til leiks af þeim krafti sem maður er vanur að sjá það spila. Hvað sagður við það í hálfleik þannig að það kæmi aðeins grimmar út? Sko, Gróttuliðið er ógeðslega gott. Það er gaman að horfa að spila fótbolta og mér finnst þeir virkilega góður. Það sem við gerum í hálfleik var að skipuleika okkur bara aðeins betur. Við þéttum liðið og við einfölduðum aðeins hlutina sem gerði það verkum að við náðum inn þessu marki. Það var smá heppni þar. En ég held að það fyrst og fremst verið það að við skipulegum okkur aðeins betur, sérstaklega varnarlega, eins og sást við erum ekki vanir að sitja svona neðarlega, en við getum það greinilega og það var bara frábært. En já, það er rauninni það sem að breytist frá fyrri og í seinni hálfleik sko. Þú lítur að vera ánægður með 6 stig í fyrstu 3 umferðunum. Ég meina, er það bara í samræmi við markmið eða er það yfir því? Er það ekki bara fínt, þú veist. Fyrir mér áttum við að taka fyrsta leikinn ef við höfum verið með fullt manna lið. Það höfum við ekki, það er mín skoðun, við höfum ekki átt að tapa þeim leik. Og ég var náttúrulega gríðarlega ánægður að fara austur á við 3 stig. Ég bjóst alveg mjög erfiðum leik þar sem að í rauninni varð. En 6 stig er bara flott, ég fagna því bara, tek því. Til hamingju með þetta og gangi ykkur vel í framhaldinu. Við förum að segja þetta gott hérna á Akranesvelli í bili, ekki fara langt, við ætlum að fara aftur í lofti hérna eins og ég sagði áðan, svona 10 mínútur yfir 8 en klukkan korter yfir hefst leikur IA og IR í inkassodeild kvenna. Við tökum okkur smá hlé, takk fyrir okkur í bili, góða stundir.